Samkeppniseftirlitið telur að félögin hafi í senn hvata og getu til þess að útiloka nýja keppinauta með því að neita þeim eldsneyti í heildsölu eða aðgang að birgðarými. Jafnframt eru vísbendingar að félög hafi nýtt sér eignarhald sitt á birgðarými á tilteknum stöðum til þess að hindra innkomu keppinauta. Fram hafa komið sjónarmið meðal annars að óljóst sé hversu mikil stofnfjárfestingin þurfi að vera til þess að olíufélögin geti hindrað innkomu nýrra aðila. Einnig að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til þess í frummatinu að Atlantsolía hafi komið inn á markaðinn án þess að hafa aðgang að birgðatöngum, dreifingu eða eldsneyti í heildsölu. Þá bendir áform Costco og Krónunnar til þess að fyrrgreindar hindranir séu ekki fyrir hendi. Krónan hefur þó bent á að viðræður við olíufélögin hafi litlu skilað og kjörin sem bjóðist séu mun lakari en sjálfstæðum smásöluaðilum bjóðist í Danmörku. Einnig hafi fyrirtækið þurft að upplýsa félögin viðskiptaáætlanir sínar sem hafi verið svo nýttar af olíufélögunum sjálfum. Icelandair bendir á að fyrirkomulag á útleigu birgðatanga í Helguvík takmarki svigrúmið til þess að semja við annan en þann sem leigir tankana. Jafnframt bendir félagið á aðstöðumun sem á milli olíufélagana við sölu eldsneytis á Reykjavíkurflugvelli, en Skeljungur á þar birgðartang. Á erlendum mörkuðum virðast vandamál tengd birgðarstiginu og eignarhaldi smásala á birgðartöngum einnig hafa komið upp. Það frummat Samkeppniseftirlitsins að skipulagslög tryggi ekki nægjanlega vel að samkeppnissjónarmiða sé gætt við skipulagsgerð sveitarfélaga. Jafnframt telur eftirlitið að regluleg upplýsingagjöf Flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara til olíufélagana skaði samkeppni. Flutningsjöfnunarsjóður telur að félögin geti fengið sambærilegar upplýsingar á öðrum vettvangi. Í framkomnum sjónarmiðum meðal annars bent á að aðgangshindrun vegna skipulagslaga eða framkvæmdar sveitarfélaga sé ekki veiga meiri en svo að Atlantsolía hafi náð fótfestu á markaðnum. Forsvarsmenn Krónunnar benda þó á að í mars 2014 hafi fyrirtækið ákveðið að stefna að opnun eldsneytisafgreiðslustöðva við búðir sínar. Nú á seinni hluta árs 2016 hafnaði Reykjavíkurborg málaumleitunum fyrirtækisins. Frummat Samkeppniseftirlitsins að aðstæður og hegðun fyrirtækja í smásölumarkaði bifreiða eldsneytis bendi til samhæfðrar hegðunar. Gagnrýnt að neytenda aðhald á markaðnum sé vanmetið. Innkaupsverð sveiflist til og frá, mikil samkeppni sé í afsláttum, olíufélögin séu mismunandi og aðgangshindranirnar litlar sem engar. Því hafi ekki verið sýnt fram á með nægjanlega skýrum hætti að forsendur séu fyrir samhæfðri hegðun, hvað þá að hún sé fyrir hendi. Afkoma félagana bendi jafnframt ekki til að umfram arðsemi sé til staðar.